Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tankinum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annað. Í þessum danska þætti af Mat og menningu núna ætlum við að fara víða. Við ætlum að kíkja á gömul hús í innbænum. Við ætlum að skreppa í bakaríið. Við ætlum að athuga hvað við að gera við brauðafgangana þegar við erum búin að borða brauðið. Og hittum hann Ómar matreiðslumann upp á Icelandair. Ég ætla að færa honum Ómari vini mínum upp á Icelandair mitt remulaði. Það er ekki danskara heldur en remulaði. Og ég er búinn að velja mér hérna svona samloku smur eins og maður myndi þýða Heinz vörumerkið. En í þessu er piklað grænmeti og majónes. Ég valdi mér milt sinnep. Ég vil ekki að keyra yfir allt annað með sterku sinnepi. Þannig ég valdi þetta milda núna. Og að sjálfsögðu kapers, hakka smá kapers út í. En skyldu innihald í góðu remulaði eru að sjálfsögðu súrar gúrkur. Og ég ætla að velja mér í þetta skipti sultaðan perlulauk. Þetta hakka ég allt saman og þá er það klárt. Við erum komin í Aðalstræti 6, eitt af elstu húsum Akureyrar og ég plataði í smörrebrauð Hörð Geirsson. Sæll. Blessaður. Þú plataðir mig öllu heldur hingað. Já, mér fannst þetta svo tilvalið. Mér langaði alltaf svo að koma hérna inn í þetta hús. Já. Ég hef einu sinni áður komið hérna inn og hérna plataði Gerði Jónsdóttur sem er eigandi húsins. Já. Og til þess að hleypa okkur hérna inn. En ég kom hérna inn þegar hann Hinni gamli átti hérna og fekk að skoða þennan skáp sem er hérna fyrir aftan okkur og við tölum á eftir. En hér er allt, það er verið að gera húsið upp að til Ö og finna gömlu veggina og gömlu spýturnar. Við fundum hennan fína gamla stól. Já. Þú situr hérna, ég horfði niður á þig bara. Já, þessi er ekta. Já. En fyrir hvaða sakir er þetta hús svona merkilegt? Já, fyrst og fremst kannski fyrir það að Schutt fjölskyldan bjó hér undir lok ævi þeirra Hinriks bakara og hennar önnur Schutt ljósmyndara. Þau bjuggu fyrst í gamla bakari Höfnisverslunar sem að brennu 1901 og þá sem sagt bjuggu þau á efri hæðinni og bakari var á jarðhæðinni og þjónustufólkið bjó upp á efstu upp í turninum á þau húsi. Og Anna er semst síðan með ljósmyndastofu þarna sunnan við það hús í sérstöku húsi og ljósmyndað í 20 ár. Hún rak ljósmyndastofu þar í 20 ár. Og hún er kannski sá ljósmyndari á Íslandi sem heldur fyrstu ljósmyndasýningu á Íslandi á 1880. Það er mikill frumkvöðull. Já. Hún fer til Danmerkur að læra ljósmyndun og... Já, þau flytja hingað sem sagt og eru ofta á veturna virðist vera í Danmörku, í Kaupmannahöfn. Einhvern hluta vetrar. Og þau læra bæði að taka ljósmyndun með votplötutekni, sama tekni ég hef nú verið að fylta við. Og, en svo tekur Hinrik aldrei myndir. Hann tekur bara myndir af fjölskyldunni þegar Anna er fyrir fram á myndavélina. Hann var sko póstafgreiðslumaður og því fylgdi að sko það voru engin bankar til á þessum tíma. Nei. Eða nema í Danmörku og það var verið að flytja peninga á milli í svokallum peningabréfum.
og þá voru bara seðlar og smámynt í þessum bréfum. Já, já. Og það var lítið mál náttúrulega að rífa upp bréfið og stela innihaldinu. Já. En alltaf var alltaf skrifað semst utan á bréfið hvað upphæð var í því og síðan þurfti hann að geyma þessi umslög á öruggum stað og þar kemur þessi skápur hér. Þessi fyrsti peningaskápur Akureyri? Já, þetta sennilega, allavega svo fyrsti sem hefur varðveist hingað til og í honum geymdi hann bæði náttúrulega venjulega bréf sem voru einhvers virði og þið sjáu að skápurinn í fullkomnu lagi og Hinrik sá sem átti húsi hérna undan gerði og hann hélt mikið upp og þetta var ekkert verið skemmt. Það líka innra hólf hérna í peningaskápnum sem þetta er mjög fínt og virkar allt saman. Rammgert inn í miðju húsi. Já, og í stiftri múrpípunni, þannig að það fer enginn í burtu með þennan peningaskáp. Hann er hér enn. Já, hann er hér enn. Já. Og mér hefur lengi langað til að sjá hann og þess vegna var nú kannski það sem ég dregði hingað inn í þessum þætti að leyfa fólki að sjá þennan merkilega peningaskáp þó hann sé ekki mjög stór. En saga Hinriks náttúrulega tengist líka náttúrulega bæði Höfnisverslun og Bakaríinu. Já. Og því á síðan synir þeirra, hann Axel Schutt sem er bakari og rekur Axels bakari hér lengi í húsinu sem K.A. var stofnað í. Já. Og síðan læra hann alltaf margir hjá honum sem að er svo minn næsti viðmælandi. Já. Það er að segja barnabarn Kristjáns Jónssonar, bakara. Já. Hann lærir hjá Schutt og fer svo og stofnar sitt eigið bakari í 1912 með minnir og það er það sem við akureyringar og landsmenn margir þekkja sem Kristjáns bakari. Já, K. Jónsson. En það eru eldgömmul hús hérna allt í kring. Já. Og eins og Höfnishúsið og Túlínsarhús. Já. Þarna voru stór kaupmenn og stór grossarar á Akureyri undir lok 19. aldar. Já, byrjun þeirra 20. Já. Húsin eru bæði byggð semst eftir 1900. Þeir eru upp á 1900. Það er 1903 og hitt er Túlnís og hitt er 1911. Já. Og það er merkilegt við þau að þessi stóru hús eru byggð utan Akureyri, eða alveg á mörkunum og Akureyri sjálfri. Já. Og þau eru byggð niður við sjó, við bryggjuna og mynda þar með eins og hlið. Ef þú kemur í land sem sagt frá bryggjunni þá mynda þau hlið sem að menn ganga í gegnum, svona eins og fín hlið á borgum. En Akureyri sjálf sem við erum stöddir á núna, hún er tiltölulega lítið svæði, hún nær hérna frá Guðmundsminni, cirka. Spítalanum gamla. Já, og hérna bara tiltölulega stutt norður fyrir þetta hús. Já. En húsið sem við sitjum í hérna núna er norður hlutinn af Aðalstræti 6 og lítur út eins og Laxdalshús, sem getum orðað þannig. Já. Og það er byggt 1946 og síðan er byggð þessi turnbygging hérna á milli þess og Frökennarhúsins. Og þessi turnbygging er mjög sérstök og eiginlega alveg einstök vegna þess að það gerir þessa samfelldu húsabyggingu hér mjög sérstök og auðþekkjanlega hvar sem þú sér myndir af henni. Já. Því það er ekkert annað, það er til svipaðir hlutir eins og niður í Gránafélagshúsunum sem núna er veitingastæðan Bryggjan. Þessum að turnarnir eru í miðju. Já, turnin er í miðju, svona ferkantað hús. Já. En þetta kemur talsvert áður. En hér réðu líka Danir öllum lögum. Það var allt danst hér, já. Já, það var engin Akureyri. Nei, það var bara ein okkunarverslun Dana. Já, hún náttúrulega er ekki alveg allan tíman en þarna framan af. Já. Ég plataði strákarnar mína niður á 1862 sem er nú kaupstaðarréttindi Akureyringar. Já. Þetta ártal. Já. Til þess að búa til okkar bestu sneið að ég vil meina það er Schutt. Já. En það er bara dönsk. Og hvað gerir það þessa sneið Schutt? Já, það var nú bara þegar ég fór að skoða þessa sögu þegar við vorum að opna þarna veitingastað í Hofinu. Já. Að þá vildi ég vera með danskt smörrebrauð og náði í þessa gömlu kaupmannsættir hér á Akureyri og skýrði matseðilinn upp eftir þessum. Og þetta er ein af mínum uppáhalds. Hörður, takk kærlega fyrir að fræða okkur svo litið húsin í innbænum, okkar elsta peningaskáp. En ég ætla að bjóða þér að smakka Schuttaran minn og við bregðum okkur upp í bakarí.
Biggi, við erum komin í bakaríið. Þetta eitt af elstu fyrirtækjum landsins. Já, þetta gamalt fjölskyldufyrirtæki. Afi minn stofnaði þetta 1912, 12. júní, þannig að við verðum 100 ára í fyrra og ég þriðji ættliðurinn sem tek við. Það ekki mörg fyrirtækin sem geta státað að 100 ára óslitinni rekstrarsögu. Nei, ég veit bara eitt svona fjölskyldufyrirtæki, það hérna Mikaelsen úrsmið. Þeir held ég 2 árum eldri en við, en svo eru náttúrulega fleiri fyrirtæki sem eru 100 ára en þau hafa ekki verið svona frá stofnanda í 3 eða 4 ættliði. Nei. Það að detta í jól, nú þeir eru stórir í laufabrauðum. Já, við erum stærstu laufabrauðsframleiðendur á landinu og við erum að selja 600.000 laufabrauðskökur. 600.000 kökur? Já. Erum maður að borða 2 frá þér? Já, það næstu í 2 ára. Hver jól? Já. Og það eru þetta er nú svona þetta óstekta og það algengara hérna fyrir norðan að fólk gerir sem sagt sína kökur sjálft og sker í og steikir. Já. Og við seljum 200.000 óstektar. En það sem hefur haft vinningin undanfarin ár og aukningin í ár frá ári, það steikta laufabrauð sem við seljum svona 15 í boxi og það eru selt 25.000 svona box. 25.000? Já. Það eru nokkur handtök? Það eru nokkur handtök, sko. Og við erum að selja líka í stærri pakningu sem fyrir hótel og veitingastæði, þannig að þetta svona leggur sig á 600.000 kökur í það heila. Og eitthvað erum við að borða af pylsubrauðum og hamborgurum? Já, við erum líka stórtækir í hamborgarabrauðum og framleiðum hér náttúrulega fyrir búðir og fyrir norlenska, það sem við selja með. Og við erum að framleiðum 2,5 milljón svona brauð á ári. 2,5 milljón? Fer hamborgar inn í þetta allt saman? Erum við virkilega að borða svona marga hamborgara í Íslandi? Já. Hér á sumrin getum við farið upp í 9.000 til 10.000 pylsubrauð á dag, 16.000–17.000 hamborgarbrauð á dag, þannig að ég segi stundum, hvað borðar fólk ekkert nema hamborgar? Ég hélt að ég væri svo eini sem stælist út í sjoppu og fengi mér inn á eina pylsu. Nei, það er greinilega ekki. Nei, það er greinilega ekki. Svo eru náttúrulega tilheyri jólunum smákökur og við erum svona að byrja núna bara í dag að þess að það eru piparkökurnar sem eru svona okkar gamla góða piparkaka. Við erum reyndar ekki orðin stórtæki, við vorum það mjög hérna áður, dreifðum þá í allar kjörbúðir en nú erum við bara með 3 tegundir hérna í okkar búðum sem þessar vinsælustu. Þannig að þetta er nú svona ekki það stæðsta, sko. En svo er náttúrulega nýjasta hitti í dag, það er hérna lágkolvetnabrauðið. Heilsulínurnar, það er allir farnir að spá meira í þessu. Já, og við erum eina bakari sem erum að framleiða lágkolvetnabrauð í dag sem er í heildsölu. Þú getur keypt okkar lágkolvetnabrauð í öllum búðum hérna á Akureyri og öllum bónusbúðunum í Reykjavík. Já. Þetta er að slá í gegn. Og þetta er svolítið gaman, þú veist, maður kemur oft með eitthvað nýtt og það er svona mishittir en þetta hitti og það er góð sala í þessu. Ég hendi aldrei brauðendunum mínum. Ég nota þá í raspinn sem ég nota jafnvel í fiskibólurnar mínar, kótiletturnar og hvaðina. Nú, ef mér vantar nú rasp í hvelli og ég á ekkert nema brauðendur sem eru kannski ekki orðnir nógu harðir, þá er ekkert annað en að kannski skera það bara létt niður og þurrka þá í ofninum í smástund. Frábær nýting á brauðinu og spara pening. 100 og kannski 20 gráður í 20 mínútur. Jæja, nú held ég að brauðið mitt sé tilbúið og er ekkert annað en að rífa það niður í matvæsluvélinni. Tekur enga stund. Bingo! Besti brauðraspurinn. Ég borða svolítið dökkt brauð og þess vegna er hann svolítið dökkur hjá mér. Frábær lykt
Og ef ég vil fara að gera eitthvað spari við kótiletturnar mínar, þá setjum ég smá salt, jafnvel timjan og estragon út í brauðraspinn og pannera svo það sem ég ætla að fara að steikja. Pröfið þetta. 2,5 milljón hamborgara fyrir 300.000 manna þjóð. Þetta eru svakalega tölur. Já, við erum ekkert einir á þessu markaði, þannig að það er enn fleiri. Já, það er enn fleiri, sko. En hvað hafið þið eitthvað tekið saman? Hvað eruð að selja mikið á ári til dæmis? Já, það eru, sem sagt... Svona í öllum vörum? Heildina? Já, við erum að framleiða hérna svona 1500 tonn af fullunnir vöru á ári. 1500 tonn? Já, þetta eru svona 800 og eitthvað tonna hveiti. Svo koma náttúrulega rúmjöl, heilhveiti og sykur og önnur hráefni. Þannig að ég get trú að það væri svona vel yfir 1000 tonn og sem skilar okkur í, svo koma náttúrulega sultur og krem og svona inn í. Íslendingar kunna að meðtaka á vörugreina? Já, við erum allavega búin að lifa þetta í 100 ár og það hefði við ekki gert ef engin væri viðskiptavinir. Ég rak augun í skilti hérna á veggnum. Það nú væntanlega ekki sko frá byggingu þessa hús. Nei, þetta upprunalega skilti sem afi lét mála á húsið í Strandgötu 41 þar sem við byrjuðum 1912 og þetta kom í ljós fyrir, það er sem 10-12 ár síðan að það var að skipta járn utan á húsinu og þá kom þetta bara í ljós og við fengum að rífa fjalirnar úr og setja nýjar í staðinn og hann var klætt yfir og eigum þessuna upprunalega skilti sem orðið 100 ára gamalt. Kallinn hefur verið stórtækur, þetta risastórt skilti. Já, þetta var bara alveg þversum á húsinu og það er kannski skemmtilegt frá því að segja að litlu stafirnir hérna í endan AR. Já. Það bara, húsið var ekki alveg nóg að breyta því að það hefur einhver málari átt þessa skapalón fyrir stafina og hann hefur svo reddað sér hérna í restina bara með AR og undirstrikka. Þegar plássið á búið þá skelltu þið bara í minni stafi? Já, bara í restina. Þetta stórglæsilegt. Já, þetta Birgir, ég ætla að þakka kærlega fyrir að taka mót okkur. Bara takk fyrir að koma. Leyfa okkur að drufla ykkur í smá stund. Já. Það er greinilega mikið að gera á stóra heimili. Já, hér búið að baka síðan 10 gærkvöldi. Það unnið alltaf 2 bakaravaktir, sem 10 á kvöldin til 6 á mótnana og 6 til 3. Þannig að hér til dæmis aldrei mannlaust nema kannski 20 tíma á viku með þrifum og það er alltaf fólk hérna í húsinu. Nóg að gera. Og jólin framöndan. Og jólin framöndan. Takk. Sömuleiðis. Sæll, Ómar. Sælir. Og takk fyrir að taka á móti mér hérna á frídeginum með þessi. Já, bara minnsta máli. Ánægilegt að við séum hvorugur í galla, einu sinni. Höfum þetta svolítið heimilislegt bara í skyrtunum. Já. Heyrðu, ég bjóð til remulaði. Já. Og sko, hringdi nú undan mér og baði bara að sauma við það. Hvað ætlar að gera með hann? Já, mér dætt svona í hug að rífa upp rauðsprettu. Það verður ekki danskara en rauðsprettu á remulaði. Nei, eiginlega ekki sko. Nei. Svo smá rækjur með og aldrei að vita að við fáum kannski pínu grillabrauð og sem að passa náttúrulega bara fullkomlega við remulaði sko. Hljómar vel. Já. En þú ætlar ekki að taka hana klassíska þessa panniriku, brauðpanniriku. Hvernig ætlar að steikja hana? Við erum með þetta svo kallega tempura deg. Já. Sem ákveðið deg sem við höfum náttúrulega okkar uppskrift af. Já. En þetta náttúrulega bara vatn og sumir nota pilsner eða bjór. Mér finnst best að nota sóda til að halda litnum og verður svona bara svona aðeins meira svona gildara og flottara finnst mér. Léttar heldur en gamli góði brauðraspur. Já. Það fær svona crispy en finnur samt fyrir fisknum vel í gegn sko. Nú ætla ég að fá að fylgjast með. Já. Það er ekki bara að kýla á þetta? Jú. Þá byrjum við því að taka flaggið. Það er smá hérna salt í hveitinu og við bara svona veltum þessu hérna upp úr sikkur megin þannig að fiskurinn sé alveg hulinn hveiti og svo hendum við honum yfir í deigið. Það þarf bara að hjúpa hann alveg með deiginu. Sko gamla mátan var þetta hérna hveiti, eggjahvíta, raspur, þessi klassíska pannering eins og manni var kent sko. Þetta er bara einfaldara. Þetta er mjög einfaldara. Það sem að hveiti náttúrulega bara að gera það er að halda deiginu á fisknum. Því að ef maður gleymir því þá rennur bara deigið af og þá færðu náttúrulega ekki sömu tilfinningu sem maður segir. En þetta bara tekum við næst og smellið í pottinn, djúslingapottinn. Flott.
Þú ert bara að steikja bara venjulegt brauð? Já, þetta er svona heilkjötubrauð sem við bökum sjálfur hérna á staðurinn alltaf. Já. Og til að fá svona feelingina því í gamla daga þá var alltaf það serverast oft ristað brauð með. Já. Mér finnst mjög gott að fá svona feelingina á pönnunni og það færi svona svolítið öðruvísi áferð úr ristavélinni. Hendes mor har opdraget en hjerteknuser, men jeg er ligesom kush, og hun skal bruge en pusher. Jeg har en finger på vægten, for vi knæpper kun på toppen, så vi fucker udsigten, men hun vender konsekvent på mig som en kram. Kremulaðið. Ég vil hafa mitt svona svolítið gróft, vel gult, vel að sinnepi. Ertu þá að nota eitthvað karrí á móti eða eitthvað svoleiðis? Já, smá karrí, sinnep, súrar gúrkur og svo sulta grænmeti sem er í svona, þeir kalla það bara svona samlokusmur. Já. Þannig að ef maður hefur ekki tíma til þess að gera allt frá grunni, þá getur maður aðeins stytt sér leið. Já, svindla aðeins. Herðu, marineraðar rækjur, þetta er bara olía, salt og pínu steinselja. Já. Rosalega gott með, svona fest. Svo smellum við fiskum bara ofan á. Svo erum við með garðkarsa, sem er svona svolítið spicy kryddjurt. Minni svolítið svona á piparrót. Já. Þannig að það gefur svona, myndi ég segja, að passa rosa vel við remulaðið og fiskinn. Já. Og nú er þetta bara klárt. Glæsilegt. Það er ekki bara að smella tönnunum í það. Já, nú fyrir við að borða. Jeg har trukket midten. Jeg har jogget i en lort, samlet den op og bidt i den. Og det er 19. Og når jeg prøver på at give den videre til en anden idiot, får jeg den lige i hovedet igen. 19. Det startede med, at jeg kom lidt for sent op. Så missede jeg mit tog og mistede mit job. Men jeg sagde godt nok, at jeg selv havde sagt op, da min kæreste så, jeg kom tidligt hjem. Jeg sagde, det er fordi jeg trænger til at realisere mig selv. Hun svarede, det kan du sgu gøre for dig selv, for jeg er træt af alt. Spilaði eitthvað bara. Spilaði? Það er bara eins og ég allt í hérna að kunna það. Já, bara. Það er ekki alveg hérna. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endur nærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tanginum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar.